Vatnsdalsá er ein fegursta og skemmtilegasta laxveiði á landsins. Veiðar hafa verið stundaðar í ánni frá landnámsöld. Því er lýst í Vatnsdalasögu þar sem Ingimundur gamli er veginn út af laxveiðideilum. Ekki er vitað með viss á hvern hátt veiðar hafi verið stundaðar í Vatnsdalsá frá landnámsöld fram á þessa öld. Líkur eru þó hægt að leiða að því að veitt hafi verið með netum af einhverri gerð, en engar tölur eru til aflabrögð. Fyrst er vitað með vissu að veitt var með stöng í ánni 1913. Það var að verki englendingur sem síðar leigði ána. Við flugum fyrst upp með ánni þar sem menn veiða aðalega silung, en einn og einn lax slæðist þó með. En gefum Árna Guðbjörnssyni orðið. Hann hefur verið leiðsögumaður í Vatnsdalsá árabil og gjörþekkir ána. Hann lýsir nú helstu veiðistöðum í ánni. Við erum staddið núna á neðsta veiðistæðnum á Laxársvæðinu sem er Hnausastrengurinn. Mjög góðu veiðistæður, gefur alltaf 300 fiskum á hverju sumri. Þarna eru 2 Bandaríkjamenn að veiðum ásamt leiðsögumanni sínum, Heimi Barðarsyni. Þarna getur fiskur legið út allt, mest upp við bakkann fjær. Þarna eru mjög góð skilyrði til veiða, smá gára á vatni. Mest er nú veitt þarna á flotlínu og smáflugum. Og þarna er Warner búinn að setja í hann. Þarna sjáum við nú einn tökustaðan undir brúna bakkanum. Heimir aðstoðar löndun, þetta er greinilega nýgengir smáfiskur, 4-5 pund. Þarna verður aðdókvort hans í lúsúgur. Sem reyndist nú ekki verið þetta skiptið.
Þarna fljúgum við yfir Skriðuvað og Hólabörnina. Skriðuvað getur verið mjög góður staður þegar fiskur er í göngu. Það er á fyrsta vorin. Þarna sjáum við Hólabörnina fram undan. Þarna getur fiskur legið allt sumarið. Og bestu skilur einmitt þegar vatnið gárar eins og núna. Þarna er Bandarækjamaðurinn Warner við veiðar. Við fljúgum nú yfir flóðið og fallegt náttúrufyrirbrigði, Vatnsdalshóla, sem enginn veit hvað eru margir. Flóðið hefur verið mikið til umræðu vegna þess að svo virðist að laxinn eigi erfitt með að ganga upp á efri svæðin vegna þess hve grunnt flóðið er og mikill gróður í botni þess. Menn hafa lengi glímt við að finna lausn á þessu vandamáli og 1964 var grafinn skurður gegnum flóðið með þeim afleiðingum að veiðistaðir fyrir neðan það fylltust af leirframburði og veiði datt niður í ánni á eftir. Engin algild lausn virðist á þessu vandamáli, en eitt er víst að allar aðgerðir verða að skoðast vandlega áður en ráðist er út í framkvæmdir vegna þess að lífríkið er viðkvæmt og minnsta rask getur orsakað stórkostlegan skaða á þessari náttúruperlu sem flóðið er. Þarna sjáum við heim að veiðihúsinu Flóðvangi sem var byggt 1964 og er notað sem félagsheimili á veturna. Vatnsdalsá er veidd á 6 stangir sem skiptast á 3 svæði. Við fljúgum nú yfir silungasvæðið sem veitt er á 10 stangir. Þar veiðast 1000 silungar og á annað 100 laxar á hverju sumri. Veiðin síðustu sumur hefur verið vel yfir 1000 laxar í Vatnsdalsá og metárið var 1987, þá veiddust yfir 1500 laxar. Við fljúum hérna yfir silungasvæðið, sjáum fyrsta veiðistað Stórhólmahyl, rétt fyrir ofan Hólmann, þarna til hægri. Það eru fallega breiður víða á silungasvæðinu. Skemmtilegt flugveiðisvæði fyrir þá sem að gefa sig í fluguna. Leyfileg ögn í allri ánni, silungasvæðinu og á laxasvæðinu. Þau eru spót, maðkur og fluga. Laxinn leynist víða á þessu svæði. Á stöðum eins og Stóranessi sem við förum að koma að og Kornsárós, við Kornsárósinn sem er litlu ofar hérna. Silungurinn er skemmtilegur og mjög fallegur, bæði rauð og bleikja, bleikjan allt upp í 6 punda. Hérna sjáum við litla nesa, nesi sem skagar frá neðri hluta myndarinnar og upp í ána, myndar þessa bugðu og síðan er það Stóranesið. Þarna setti ég sjálfur reyndar í 16 punda lax einn morgun í fyrsta kasti á maðk, þarna út á Blánesinu. Síðan sjáum við Stóra Krók og Þúfuhyl þarna á móts við Eyrina, Sandeyrina. Og svo áfram upp eftir og þarna sjáum við hvar Kornsá rennur út í Vatnsdalsá. Við þennan ós má oft setja í lax og þarna er góður silungaveiðistaður líka. Ferjuhylur hér.
Það síðan hér við Kirkjufljótið, þar sem áin skiptist, þar sem að efsti veiðistöðurinn á silungasvæðinu þarna lengst til hægri á myndinni sem heitir Kvörn, og hér tekur laxasvæðið við. Nú fljúgum við yfir Hofselin sem svona tvær litlar hólur sem veittar að Mósu þar sem áin rennur út í. Þarna sjáum við Vakam og þarna Bjarni Kristjánsson við veiðar í Vakam. Hann búinn að setja í hann. Geysilega skemmtilegu veiðistaður. Þarna sjáum við niður í Hofselin fyrir neðan. Ég hérna líka. Ja. Þetta er 14. Þetta er 14. Þetta er 12. Flugan í þetta skiptið þarna var Monroe Killer nr. 12. Þarna ég komið hann á stuttu seinna í Vapanum. Fiskur liggur mikið til hérna í miðjum streng. Þarna er tiltölulega hlýtt og við notum þar leiðandi flotlínur og smáar flugur.
Og meðan við vorum að þreyta þennan fisk að þá fylgdi hængur að sömu stærð. Þetta nú hrygnaði þarna og hængurinn fylgdi allan tíman með. Það er vel í honum. Og flugan var Ardini Falsi, númer 12. Pund. Þarna sjá Arnarnefshelum framöndan. Og Kötlustaðhelinn, þessi tveir staðir nú ekkert sérstakir. Og Hlíðarfljótið núna. Þar er líka oft mikið af bleikju. Fáalaxar veiðast nú þannig. Þarna er Bjarnarsteinn og Gilakrókurinn. Gilakrókurinn núna kemur í ljós. Feikna góðu göngustæður þegar veiðistæði þegar fiskur eru göngu. Þarna er ég á veiðum í Gilakrók og Bjarnarsteinn sem geta verið mjög góði báðu tveir. Þarna erum við staddir í Áshil. Það er einn staður sem gefur stundum fiska þegar fiskur eru í göngu á vorin. En lítið sem ekkert á miðju sumri og hausti. Þarna sjáum við Tunguhylinn og Búbótina. Nú er verið að velja flugu fyrir Tunguhylinn. Right, there's something there. Huh? Something right, try them. See what happens. Og flugan sem var fyrir valurinn í þetta skipti er Try to rækjufluga. fly on it. Comes off as soon as you get a fish. That's what the gillies do to you. Honey ties, lovely flies. Þetta er eilendingur, feikna góður veiðimaður, Bill Heller. See what we can do. That's it. What do you want to do? Og pröfa rækjuflugun í Tunguhyl. Hann er með 15 fötta stöng og intermediate línu og ífiski.
Tunguhylurinn oft feikna skemmtilegu veiðistæður. Gefur oft marga stóra fiska hinn. Fiskurinn liggur hérna með fram bakkanum fjær. Vel gert hjá þeim gamla. Fjórtán pund að regna. That's the blow you chose. Somebody chose. What a struggle, wasn't it? Það reynt aftur. Þarna sjáum við niður á besta tökustæðin í Tunguhyl, þarna við græna hornið. Þar liggur fiskur oft í bunkum. Stundum auðvitað að fá hann til að taka. Þarna sýndi sér nú einn og einn. Þessi fiskur lá þarna allt sumarið. Tók aldrei. Þarna ég að þreyta einn í búbót, næstu veiðistæði fyrir ofan Tunguhylinn. Þetta er nýgenginn smáfiskur. Tók rauðan Francis númer 10. Sjáum við Móvölluhylinn við Dökkabakkann sem er nú spil síðust ár, hefur ekki gefið neitt fisk ef maður ágæturinn áður fyrr. Nú sjáum við Hólmahylinn og ég er einmitt að kasta þarna á Hólmahylinn. Skemmtilegu veiðistöður. Ég nota þarna flotlínu og smáflugu. Þetta er ágætis skilvið.
Fiskur liggur þarna undir bakkanum fjær og alveg niður á flata vatni fyrir neðan. Og þarna kom óvæntakan. Hann tók á flata vatninu þessi. Flaug hann í þetta skipti var Menn á Kili nr. 14. Þarna mjög gaman að veiða flata vatni fyrir neðan því vegna sem að sér tökurnar. Þeir brjóta iðulega yfirborðið þegar maður veiðir svona flotlínuna. Það eru þannig feiknar skemmtilega tökur. Þarna er mjög góðar aðstöðu til þess að stranda fiski. Þetta er 8 pund að regna. Þarna sjáum við framöndan þar sem skarðið er í græna bakkanum. Það er ásbrekkuhylur og lækjarhylur, ágætis veiðistæðir. Þarna sjáum við Svörubæjarhylinn, feiknar skemmtilega veiðistæðir. Maybe you should try the Menn á Kili nr. 14. Okay, you've got your hand in the way now. Yeah, this one. We'll take that one. What about that one? This one is better. You sure? Yeah. Right there. Try That's it. it. Okay. Agreed. Og aftur var Menn á Kili nr. 12 fyrir valinu og Bill Heller kastar þarna á Svörubæjarhylinn. Þarna rétt fyrir ofan hornið liggur fiskur og hann er búinn að setja í hann.
Þetta sprellfjörugur smáfiskur. Greinilega nýgenginn. Engin lús var hann á þessum. Hann greinilega vel tekinn þessi, vel fast í honum. Það að gera að gefa hann tíma þegar að taka. Þá negla þessi betur. Þarna fljúi við Garðsandan sem geymur oft stóra fiska og Rófabakkann, skemmtilegasti veiðistærinn á miðsvæðinu. Þarna ég kastið mitt á Rófabakkann. Þarna getur fiskurinn legið út allt. Það var oft þarna feiknar skemmtilega tökur einmitt með flotlínunni. Já, og búinn að setja í hann. Flugan í þetta skipti var Heri Meri nr. 12. Mjög góð fluga mitt í Vattarssoni. Þetta enn einn 4 ára smáfiskurinn. Þarna mjög þægilega aðstæða til að stranda fiski. Þetta silfur bjartur fallegur smáfiskur. Þessi staður nú samt frægur fyrir stóra og væna fiska. Menn hafa á þarna marga og stranga baráttuna við væna fiskarna þarna í Vestfjörðum. Og þarna Bjarni Kristjánsson, rektor, búinn að setja einn af þessum frægu þarna í Rófabakkanum. Vattarssá einmitt fræg fyrir þessa stærða fiski. Þessi fiskur tók mitt mönnur á kyllir nr. 12 og Bjarni var með flotlínu.
Þessi fiskur er greinilega ekkert á því að gefast upp. Nú leggur hann á stað, niður úr staðnum. Og þá verður maður að fylgja þeim. Það hefur margum veiðimaðurinn, ég byrði þurft að taka sprettin á eftir þeim þarna niður úr. Það að gera fylgi eftir. Maður snýrði nú ekkert við þessum stóru golum svo glatt. Þarna eru við komnir inn aðeins rólegra vatn. En það þýddi nú ekki, hann vildi halda áfram niður úr og þá er að gera fylgja. Þarna er nú tekinn spretturinn í gegnum Garðsendan sem er svona 400 metrum fyrir neðan þar sem fiskurinn tók. Nú erum við komin niður í Sörbæðarhylinn sem er cirka 800-900 metrum fyrir niðan tökustæðin. Rennið haldið áfram niður. Þarna erum við statið fyrir miðjum Sörbæðarhyl. Þarna er upplagt að þreyta fiskinn og rólegt vatn. Það var eins með þennan fisk eins og fiskinn í Vakvam. Það var hrygnaðarsömu stærð á þessi sem fylgdi honum eftir alla leiðina og hringsólaði í kringum hann allan tíman.
Þannig að menn greinilega ánægðir. Hvert til þess að vera kveikin? Getur ekki eitt meira hérna? Hérna? Eitt til? Já. Annan! Gott. Sérðu? Já, þetta sko fast. Já. Í töng? Nei, ég ekki með það. Nú ég uppgefið kannski eitthvað aldrei. Þessi viðureign tók 55 mínútur. Það var vel þess verði, eins og sjá má. Sérðu þetta? Hann 19 pund. Það var vel að fyrir þetta. Við höldum áfram upp úr. Þarna sjáum við Ármótahylinn, þar sem álka rennur í Vatnsdalsá. Þarna ég nú aðeins ofar ánni í Grímsgil. Fiskur liggur hérna undir grasbakkanum. Nú vorum við staddir í litlu korninu, rétt ofan við þar sem álka rennur í Vatnsdalsá. Þetta nú einn af þessum góðu göngustöðum hjá mér. Þannig sjáum við hvar álka rennur í. Fiskur stoppar hérna rétt ofan við brotið.
Hrauni framöndan. Þarna er Bjarni að reyna fyrir sér í Hlíðarhylnum. Þessi staður gefur nú ekki mjög marga fiskuður sumarið en það er vel þess verið að reyna. Tökur staðurinn hennar rétt ofan við Grænahornið. Þarna ég að reyna fyrir mér í Bleikjufljótinu. Þarna stoppa oft smálaxar, þó nokkuð vænni bleikju þarna. Þarna Sigurður Bjarnason að reyna fyrir sér í Hlíðarhylnum. Þarna sjáum við annan tökustað í Hlíðarhylnum, það er beint fram undan Hvítaskiltinu. Þarna lá eitt feikna stórfiskur alls sumara, en það náði nú enginn að setja í hann. Þarna sjáum við Stekkjarhylnu. Ágætis veiðistaður. Stekkjarstreng, það er eitt göngustaður. Hamarsylfurinn. Grettisylinn. Þarna er ég að fara við Grettisylinn. Fiskurinn liggur þarna undir litla berginu og þar niður úr. Getur verið ágætur staður á vorin og miðsum. Þetta er lítill en léttur veiðistaður, reglulega gaman að kasta á hann. Nú erum við komin upp á Sálfdalinn, efst í vestanum. Þarna sjáum við Torfnansélinn. Þarna framundan beint fyrir neðan gömlu beitarhúsin. Þarna er maður að veiða með búbót, rétt ofan við Torfnansélinn. Ágætis veiðistaður, nokkuð djúpur og Sigurður Bjarnason er komið að ná í Torfnansélnum. Og hænan fisk. Geysilega fallegu veiðistaður. Þarna liggur fiskur með frá Hömrun og niður úr. Sjáum þarna brúnasteinin neðarlega. Það er eitt tökustaður allt í kringum hann.
Þarna var Sigur með mjög smáa flugu, númer 16. Já, þar er auðvitað að halda með þessum smáu flugum. Þessi reyfsilausan. Þarna sjáum við Stekkjafossinn. Þetta var mjög góð veiðistað hér árafið. En nú er búið að byggja hérna laxastíð og þar af leiðandi ekki leyfilegt að veiða þar núna. Nú var þetta orðið sérsvæði. Sjáum við Dalsfoss. Þarna gengur fiskur ekki upp fyrir. Þetta er efsti staðurinn í ánni, hann kemst ekki þarna.